Af hverju gefa stjörnur frá sér ljós? Það ekki þannig að þarna sé eitthvað að brenna, þetta ekki bál. Heldur þarna í gangi eitthvað sem við köllum kjarnasamruna. Þá vetni, tvær vetnisframeindir skella saman á miklum hraða undir miklum þrýstingi og það þarf til þess töluverðan hita. Þá renna þær saman og mynda helium því að þetta efni númer 1 í lótakerfinu. Það ein róteind og ein róteind. Muniði, fjöldi róteinda segir okkur til hvaða frumefni við erum með. Þegar þær skella saman, fáum við 2 róteindir, það efni númer 2. Síðan gætum við verið með helín eða helium og vetni. Það getur skollið saman fyrir mig þess átt. Og þá fæ ég liþín sem efni númer 3. Fræðilega séð geta 2 helium skollið saman og orðið efni númer 4. En mest þetta vetnaklessa og eitthvað annað. Þannig byggjast upp all frumefnin í lótukerfinu. Í sól eins og okkar komust við reyndar ekki lengra en að jafni. Við þurfum stærri sólir til þess að fara lengra. Og allra stærstu sólinnar til þess að klára lótukerfið. Það eru til efni í sólkerfinu okkar sem fara lengra en jafn. Það efni sem urðu ekki til í sólin okkar. Heldur urðu til í einhver annari sól sem síðan sennilega sprakk og varð síðan að sólkerfin okkar. Rykskýið og gasskýið sem myndaði sólkerfið, það kom úr eitthvað að því frá sól á einhverju tímapunkti. Þannig að svona verður þetta til. Við þetta losnar ofboðsleg orka. Það þessi orka sem myndar hitann og ljósið. Því að þetta bara eitt form orkunar. Orkan berst hingað sem rafsegulgeislun. Hlut af því sýnilega ljósið, birtan sem við sjáum. En hlut af því líka bara innrauð geislun sem hitinn sem við finnum. Svokölluð varmageislun. Þannig að þetta kjarnasamruni, 2 kjarnar að renna saman og mynda annan sem stærri.